að setja textan upp, þá þurfum við að fara núna, við endum bara á forsíðunni og við þurfum að klára að setja inn stílsnið sem að ég útskýri betur eftir augnablik hvað er, áður en við gerum efnisyfirlitið og þess vegna förum við hér á blaðsíðu 3 þar sem fyrsti textinn byrjar og við skrollum þangað hér. Þá sjáum við að hér, þetta byrjar á orðinu inngangur og hér byrjar líka á inngangur. Það sem við þurfum að nota þetta dæmi með uppsetningu, þetta skjal hér, þá getum við haft það sem fyrirmynd, þannig að þessi auðveldara fyrir okkur átta okkur ákveðin á allt að koma út. Og það vill svo vel til að inn í stílsniðunum sem eru hérna á þessu svæði hér, þar er búið að gera stílsnið fyrir svona texta og förum við hér í litlu örina hérna hægra megin. Og þá sjáum við að hér er heading 1 sem við ætlum að nota í þetta hér, heading 2 notum við aðeins aftar og síðan er meginmál og meginmál indrið. Og mest alltaf textanum í þessari ritgerð höfum við í meginmál indrið. Þess vegna er óhætt að velja bara allan textan hér, þá gerum við með því að smella inn í textan einhvers staðar, halda kontrolltakinu niðri og íta á A. Og velur hún allan texta sem er í ritgerðinni. Og við smellum hér á meginmál indrið og setjum við allan textan í rétt, eða næstu því allan textan í rétt stílsnið, bara á einu augnabliki. Núna smellum við hérna orðið inngangur af því það er fyrsta fyrirsögnin. Við þurfum ekki að draga svona yfir, það er óþarfi af því að stílsniðin hafa áhrif á alla setninguna og við smellum hérna þetta orð og ítum á heading 1. Það breytist það og verður svona með stóru stöfum eins og við búum að gera hér. Þetta sparar okkur vinnuna við að setja þetta í hástafaletur og ykkur ákveðna letugerð og ykkur ákveðna stærð og mögulega einhvern lit. En munum eftir að fyrsta setningin er alltaf hérna fram við spásíðuna og þess vegna þurfum við að smella einhvers staðar inn í þann texta og íta á meginmál. Þá sjáum við að það er komið hérna fram að spásíðunni. Þetta heitir meginmál, þetta hérna sem við indrættinum heitir meginmál indregið. Því að indráttur eða indregið er það að draga línuna svona inn hérna. Nú þurfum við að skoða þetta skjal hérna, sjá hvar næsta fyrirsögn er, það er uppruni kenningarinnar og við ætlum að finna það hér og sú setning er hér, eða sú fyrirsögn, smellum á það og veljum heading 1. Munum eftir fyrstu setningunni þar á eftir og fara með það í meginmál og svo skrollum við niður, næsta kemur hér á næstu blaðsíðu á þessari síðu, ekki hafa ágjörð af því þó það sé hér inn á þessari síðu í þessu skjali, við byrjum á að íta á fjölgreindir og síðan á heading 1 og þessi hérna fyrirsögn sem er í skáletruð og feitletruð og endur á greind, það er heading 2. Og þið sjáu það að þegar þetta fór hér niður, þá bara fór þetta niður eina blaðsíðu og helst hér í hendur. Og svo alveg eins með heading 2 málsgreinar hér sem kom eftir þeim, þá þurfum við að fara hér og í meginmál. Og nú þurfum þið sjálf að finna allar þessar fyrirsagnir og klára textan alveg hér niður og setja í rétt stílsnið. Þið munið, það sem er svona skáletrað og feitletrað er heading 2 og þegar við komum hingað niður þá breytist þetta aftur í heading 1 hérna í 2 fyrirsögnum. Setja hérna heimildaskrá, vefslóðir og myndir í heading 1 en þið skulið sleppa því að eiga við þennan texta hérna því það kemur sérstakt vídeó það hvernig maður gerir útlitið á textan í heimildaskrá.